frábært að báða í heimsókn aftur. Sömuleiðis, ég verður bara að hrósa þér í dag, þú er svo flottur í þessari skyrtu. Já, blár. Já, hún er bara æðisleg. Já, það gæði verið. Já. Þetta cavemen, þeir eru samstarfsaðilar í þættinum. Ok. Þeir eru að framleiða þetta. Og er þetta íslenskir? Já. Bara geggjað. Já. Ég var nú einu sinni í tískubransan, svo ég hef svolítið í das. Já, býtu, hvað? Við erum múin að tala ýmislegt, við hefum ekki farið í það. Ekki farið að tala Karnabæjar á. Já, Karnabæjar, alveg rétt. Nei, en ég segi sko, ég hef alveg auga fyrir því sem er flott, sko. Þannig minnst þetta eðislegt og flotti litir. En ertu sjálf, sko, mætir mitt glæsilega bleiku og með turkis í arböndunum og hringnum og þetta er stórglæsilegt. Það er líka að koma svipar, það er maður aðeins að breyta litir, sko. Og svo er ég að leggja mig fram með mér ekki svona mikið í svörtu. Já, einmitt, af því við vorum að tala aðeins tíðinni frammi áður við byrjuðum og maður hugsa, sko, það er Íslendingar, við höfum tilhneigingu til að vera mjög mikið í grá og svörtu. Já. Það gerist eitthvað, svona tíðinni öðruvísi að þú komin í bjartari liti, sko. Já. Það breytist og svo náttúrulega held ég bara að þegar kemur aðeins meir sól og aðeins meiri hiti þá breytist það aðeins litavali hjá okkur. Já. Og svo held ég, sko, það er, og ég tala alltaf aftur pláneturnar og hreyfingar þeirra, sko. Nú er ein mjög mikilvæg pláneta sem er nýfarin inn í tvíburan sem eigur meðal annars alls konar samskipti og fræðslu og upplýsingar og þörf okkar til þess að læra og það er dvergplánetan Sedna sem var að fara inn í tvíburan. Okay. Og þá viljum við, sko, tvíburun breytir útlit svolítið. Okay. Þannig við breytum útlit og Sedna snýst mikið það, sko, að við skiljum eftir hér gamla og förum yfir í hið nýja. Það verði svona nokks konar myndbreyting á okkur. Svo í morgun þá ákvað ég að sletta á mér hárið. en gera svona aðeins tilhjörn með að gera öðruvísi hluti, en hins vegar tekur það alltaf langa tíma, svo ég held ég leyfi krulunum bara vera. Ég stóð og var að streða við að þurrka það og svona þá sem ég, nei, ekki eða tími þetta. Þannig ég meti þetta alltaf svolítið út frá tíma hvað ég geri og hvernig ég geri hlutinu. Hvað er að því mér langaði nú að tala við alls konar hluti í dag, en mér langaði ekki að byrja því þú lítur alltaf vel út og berð aldurinn mjög vel og svona. Hvað er, sko, að því ég er alltaf jafn upptekin að því þó ég sé nú ekki alltaf jafn góður í að framkama hvað maður er að láta ofan í sig og svona. Já. Hvernig er mataræðið þitt núna og svona og hvaða rútínu ertu með til þess að hlúa vel að þér? Sko, ég held að mesta rútínan eða stærsta rútínan mín núna er að ég er að nota laxerolju á húðina á nóttunni. Nú? Já, ég ber laxerolju á andlitið og ég var í sólarfríi stemma á þess ári og því ég kom tilbaka þá fannst mér ég svo skorpin rúsína. Okay. Það var svo þurr húðin eftir sólina og allt það. Og svo ég ákvaði að fara að nota laxerolju og þá náttúrulega nota ég, sko, úr lífrænt ræktuð grunni og kaldpressaða og ekki með hexinni og allt það. Og ég byrjaði bara strax að sjá svo mikið mun. Og það kom svona meiri fylling í húðina og það eru efni í laxeroljunni sem gera það verkum að hún er góð fyrir húðin okkar. Og svo er náttúrulega, sko, hægt að vísa aftur tilbaka til Edgar Cayce, sjáandars mikla sem var reynda kallaður sofandi spámaðurinn vegna þess að hann datt í dásvefn og þegar hann kom úr dásvefninu þá sagði fólki hvað það ætti að gera til að heila sig. Já. Og hann notaði mjög mikið laxerolju við alla heilun og hún eiginlega svona datt út. Það var hægt að kaupa svona olíublöndu í Apóteki Vesturbæjar fyrir eitthvað 30 árum eða 40 árum síðan og var kallið eilíf æska og svo hefur hún eiginlega ekkert verið inni. Svo allt í einu bara núna þá er svona líka að segja svona laxeroljuæði, það heitir castor oil á ensku og það eru ótal myndbönd á YouTube þetta og ég er að skrifa núna litla handbók til að leiðbeina fólki hvernig það getur notað oljuna vegna þess að það er svo hægt að nota henni í bakstra og líkamann líka. Og ég hef alltaf verið bara hlynnt í að við notum náttúrulegar aðferðir svo að ég er bara í þeim og mataræði og er mataræðið þetta alltaf? Nei, það er náttúrulega hefur sveiflast eins og gerist bara hjá öllum. En ég er svolítið mikið bara á grænmetisfæði núna og
og svo sitt ég á mig laxirolíu bakstra á hverju kvöldi til að hreinsa lifrina. Já. Og það skil mjög góð árangri. Því mér finnst þetta alltaf að magna þegar maður er að hugsa eins og bara þarmaflóruna og annað. Ég er núna á 3. degi í að hvíla, eða 4. degi að hvíla kaffi. Ég er að fá mig kakó í staðinn á morgnana. Takk fyrir að bjóða mér, það er mjög gott. Já, og smá Lions Mane og svona lækningasveppi úti. Já. Og svo í gær tók ég 24 tíma föstu, eða sérst frá kvöldmata á sunnudaginn fram á kvöldmata á mánudagskvöldi. Og í gærkvöldi þegar ég var að fara að sofa, þá fórum mér að finnast eins og það byrjaði að koma svona eins og download og þá hugsa maður bara, virkar þetta í alvörunni þannig að leið þú gefur líkamanum hvíld og þarmaflóran fyrir að breytast, að þá ferð að fá annars konar hugmyndir og þú ferð að sjá tilvöruna með öðrum augum. Það er svona eins og verður aðeins önnur manneskja. Já, það virkar þannig. Og tíðnin, hún er sífellt að hækka á jörðinni og það náttúrulega bara, við erum að tala gos á Reykjaneskaga, en það eru endalausir sólblossar og gos á sólinni og frá sólinni koma ljósagnir hingað til jarðar og að hafa áhrif á líkama okkar og það er einmitt núna þessa daga sem við erum að tala saman að þá eru að koma agnir, þá eru gosin kannski 2 dögum áður og svo agnin þannig að koma til jarðar í framhaldi af því og við sjáum þær ekki að því að spektrumið okkar er svo svakalega þröngt en þeir hafa áhrif á okkur og hækka í okkur tíðnina og hjálpa okkur til þessara umbreytinga sem bæði við og jörðin erum að fara í gegnum þannig að já, Hverjar eru þessar umbreytingar að þínum mati? Þetta eru svona, á ensku segið cyclical, það eru svona hringrásarferli sem að jörðin fyrir gegnum og það er verið að tala annarkvort 24.500 kringum 25.000 eða 11.400 ára millibili, þá fer hún í gegnum breytingar og ferli og hún er að fara núna inn í svo kallað fótonbelti og segulsviðskjöldu jarðar, hann er veikari núna og þess vegna verðum við fyrir meiri áhrifum frá þessum sólgosum og ég hef verið að fylgjast með breskum svona landfræðingi sem er hann er biogeologist, það er að segja landfræðingur og hann talar það að öll þessi gos á sólinni, þau séu að hafa áhrif á jörðina líka og þess vegna sé meira jarðskjálfta og við þurfum alltaf kannski ekki að gera en bara að skoða hvað við erum að gera hér á Íslandi upp á síðkasti. Það eru núna nýjast jarðskjálftar við Hellisheiðarvirkjun og það eru búin að vera jarðskjálftar fyrir sunnan Herðubreiðarlindir og jarðskjálftar á Reykjanesi og við erum náttúrulega á flekasprungu. Einmitt. Og það, þú veist, það kemur að öðru sem að ég var að hlusta á og þess vegna náttúrulega eru þessi áhrif meiri hjá okkur heldur en þeim sem eru ekki á flekasprungum. En það til dæmis 3 flekar sem mætast innst í botni Miðjarðarhafsins, þannig að þar má búast við að verði einhverju jarðskjálftar og svo alls hringin í kringum, í jaðri Kyrrahafsins, bæði Ameríku, Norður- og Suður-Ameríku megin og eins Japans megin, að þar eru sprungur og það er kallað The Ring of Fire, þannig að það má búast við jarðskjálftum þar, af því að þetta er ferli sem jörðin er í, sem við getum ekkert stýrt og við stýrum heldur ekkert gosum á sólinni. Nei, klárlega ekki. Þannig að við erum bara að fara í gegnum umbreytingarferli og samhliða því er tíðni okkar að hækka og þessi tíðnibreyting er að hafa áhrif á alla en svo eru sumir sem eru meira meðvitaðir og það er alveg pottþétt að þegar við tökum mataræðið okkar í gegn og við sleppum sykri og hveiti og mjólkurvörum að þá eru við næmari til að taka á móti downloadi eða hlaða niður upplýsingum og vitund okkar vikar því að ein leiðin til þess að halda okkur á lágri tíðni hefur verið
mataræðið og sælgætið, þú veist, ég þarf ekki annað en bara, þú veist, þegar ég var krakki, þá var ekki svona, það var engin nammidagar. Nei. Og þú varst ekki að horfa á neitt sjónvarp og þú þurftir ekki nammi með sjónvarpinu eða snakk með sjónvarpinu. Einmitt, þetta sko þú borðar með einhverju tæki, skilur við. Ég nógu gamall til þess að ég svona var, sumi vini mínir voru komni með, þú veist að það var kók í skápnum og kókópöfs í skápnum, en ég var alltaf kvartandi og kveinandi í mömmu minna því hún sko... Fá ekki að hafa það líka. Já. En ég mjög þakkláttur í dag fyrir það að hún alveg, myndi segja svona fyrstu 8-9 ára ævi minnar, þá var hún meira að láta mig hafa bara hnetur og rúsínur heldur en eitthvað salgæti og svona. Já. En ég samt í þessari kynslóð sem svona þar sem að þetta að byrja að koma, sko skyndibitarnir að byrja að koma og svona þessi nammivæðing. Já. Og maður hugsaði mitt sko, ef það einhverju hlutir sem að halda okkur í dáleiðslu, þá má alveg færa rauk fyrir að þeir séu nokkrir, en mataræðið og matvæla iðnaðurinn klárlega eitt svo stærsti. Sko. Já, og svo líka annað eins og til dæmis bara að ég fór í Krónunum daginn, ég hef getað farið í hvaða stóra marka sem sko, en ég var í Krónunni og ég var að skoða hvað var í hillunum. Og það svo ótrúlega mikið af mat sem búið að elda. Einmitt, það aldrei nýtt líka. Já, og þegar búið að elda, þá í rauninni öll orkan farin úr honum. Einmitt. Svo erum við bara að borða það sem ég kalla dáin mat. Það reyndar einmitt, þetta náttúrulega mjög góða punktur. Sko. Já, og þess vegna erum við ekki að fá næringuna sem við ættum að vera að fá úr matnum. Af því að við erum, og svo erum við bara að burðast við að melta þetta og láta þetta fara í gegnum kerfi hjá okkur og það ekkit ofta að ganga opáslega vel og ég náttúrulega búin að vera að halda alls konar námskeið þess að ég að fara svona hreinsikúra á hana þess að það og stærsta vandamál fólks, bara ég verð að segja á öllum aldrei alveg niður í börn, hægðavandamál. Af því við erum ekki að melta það sem við erum að borða. Ég var með mann í viðtali hérna daginn sem að hann var svo fyrsti sem kom með ayahuasca til Íslands. Og hann einmitt sagði, við hlófum mikið, hann sagði það svo margt sem að ég bara búin að vera skiljum lífið og eitt af því var sko að ég var orðið meir en 30 þegar að ég lærði að kúka. Já. Og þá var hann einmitt að tala að fram að því hafði hann alltaf verið að rembast. En svo fattaði hann að ef ég fer að taka út gjörunnar matvörur og mikið af unnum kolvetnum og sykri og þessu, þá á þetta virka þannig að þetta bara renni niður og ég þarf ekki einu svona að skeina mér. Sko. Já, það á að virka þannig. það málið, sko. En það er bara staðreynd að... Þá maður hugsa ef við tölum að þessum meldingaflóruna, þá sko, fólk kannski með illt í maganum eða það með smá hægðatregðu eða það eitthvað sem ekki... En í raunum þetta náttúrulega serotóninið, dópaminið, þetta allt, sko, heilin tengist onni í meldingakerfið. Þannig að þetta ekki bara það að þú sért með einhverja pínu hægðatregðu, heldur hefur þetta bara áhrif á persónuleikaðin. Áhrif á allt. Allt. Það er áhrif á allt, sko. Því það eru bara boðefni sem fara hérðan upp, en vakustögin líkur náttúrulega, sko, bara hérðan niður, alveg niður í nára og boðefnin fara upp í heila þaðan. Einmitt. Vakustögin það sem hjálpar okkur að fara inn í sefkerfið eða parasympatíska taugakerfið. Já, og í rauninni tengist bæði parasympatíska og sympatíska taugakerfinu, sko, og þetta er stærsta taug í líkamannum og ef hún ekki að senda rétt boð og það er sko og það var allt í steik. Já, það er allt í steik og það sem að sko, ég náttúrulega horfi á líka neyslu munstur hjá fólki og ég þurfti að skreppa eins út í búða á laugardagskvöldið eða laugardags eftirmiddaginn, það var nú frekar seint að því ég fór ekki að kjósa fyrir 5-leytið og fór í búði framhald af því og það var ótrúlegt að sjá úttróðuna póka af snakki sem átti að borða kvöldið. Þannig það var verið að byrgja sig upp og þetta heldur okkur niðri og við gerum okkur ekki grein fyrir þessu af því að við erum svo vön þessu og það er búið að náttúrulega innræða þetta og svo er annað sem að sko sem að ég er mjög ósátt við persónlega, ekki það að ég drekki góstrykki, heldur hitt að það er búið að setja öll þessi góstrykkjarefni í áldósir og það er kolsýrt vatn í þeim eða kolsýra í þeim, pluss rosalega mikið af koffíni og ýmsu öðru og það tærir dósirnar að innan. Já, það svoleiðis? Ég meina,
come on, hvað myndi það gera annað, þú veist. Þannig það losna efni úr álinu. Því ég drekk svolítið á sódavatni úr dós, sko, mér finnst það gott. En einmitt, ég var eins og að veltaði fyrir mig bara síðkastið, er það kannski eitthvað sem ég ætti að fara að skoða, sko? Einmitt út af þessu svo að segja. Og sko, Alzheimer er sjúkdómur sem var ekki til fyrir einhverjum, 60-70 árum síðan. En í dag að þá sko hjá þeim sem eru greindir með Alzheimer, þá er mikið af áli í heilanum sem blokkerar alls konar stöðvar í heilanum. Hver er besta leiðin fyrir fólk að metta ef að fólk, sko, því ég fundi þetta þegar ég hef fastað, að þá kannski á öðrum eða þriðja degi færð allt í eitthvað svona wake-up call þar sem að þér líður bara eins og þú sést búin að vera í dáleiðslu í mörg ár og ferð að horfa í kringum og horfa á hvernig hinir borða og þá fattaru bara, vá, hefur þetta svona mikil áhrif á okkur, sko. Já, það hefur mjög mikil áhrif á okkur. Og hvað myndir þú segja fólk sem að því við, einmitt, þetta sem við nefnum með snakkpókana, við erum samfélagsverur og það er rosalega auðvelt að hægt og rólega dettur inn í einhverja vana og svo ertu bara allt í einu kveikir ekki á því fyrir 2-3 árum setna að þú ert búin að vera inn í einhverjum vana og einmitt, það var ekki fyrr en þú leiði líkamanum að fá smá hvíld að þú fattaðir, já, vá, þetta er bara búið að vera svona í 2-3 ára núna. Hver myndir þú segja að væri besta leiðin til að byrja að létta á kerfinu og reynsa líkamskerfi, til dæmis ef fólk er komið með þungmálma eða mikið af eiturefnum í líkamanum? Sko, það eru til efni, veit ekki hvort þau eru með því hjá mamma veit best, en það er til efni sem að losa málma úr líkamanum, gangutur heitinni TRS og þannig að það hjálpar til að losa málma úr líkamanum og að þau fást á iHerb og þau eru ekki seld í svona þrepasölu kerfum og svo er hitt náttúrulega að hætta að bæta á málmu. Það er fyrst að taka út það sem þú ert þegar að gera og breyta því og það er svo merkilegt, sko, hvað við erum ofboðslega þrjósk að breyta. Algjörlega. Að því vanin er svo svakalega þægilegur. Já, þegar ég vakna matna þá byrja ég alltaf að fá mig 2 bolla kaffi. Ok, til hvers er það? Jú, þá hef ég hægðir, en kaffi getur haft losandi áhrif, en þú veist, fólk er ekki tilbúið til þess að breyta fyrir en það gerist eitthvað dramatískt hjá því. Og það er með okkur öll og þess vegna getum við talað eins og ég get talað áhrifin frá sólinni og það getur komið svo miklu blossar á sólina og gos sem að slá út rafkerfið á jörðinni. Og eiginlega allt rafkerfi er línukerfi ofanjarðar, en við myndum vera betur sett að það veri neðanjarðar. Okay. Og hver hlustar á það? Það hlustar enginn á það. Og svo þegar það gerist, við megum alveg eiga vona á það gerist, að það, í þessu ferli, að þá segir fólk, akkur sagði enginn mér frá þessu? Akkur leti enginn mér vita? Þú veist. Svo við erum svo óábyrg í samband við þetta og svo náttúrulega búið að mata okkur á alls konar fyrirgeðu orðbragð lygi í fjölmiðlunum og það verið að segja sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur. Eins og þetta með global warming eða ofhitnun jarðar og allt þetta. Algjörlega byggt á röngum forsendum, algjörlega fullt af vísindamönnum vita það. Þeir fá ekki að koma fram með upplýsingarnar, enginn vill birta það. Það sem ángra mig mest við global warming eða hamfara hlýnun eða loftslagsvá loftslagsváin er að, þú veist, nú er ég búin að ferðast út allan heim og það er agalegt að sjá þegar maður kemur á einhverja gríðarlega fallega nánast mannlausa strönd einhvers staðar nálægt miðbaug og svo byrjar að sjá rusl út allt og þannig ég held allt, þú veist, það er klárt mál að við erum búin að vera að menga mjög mikið, það er klárt mál að við erum búin að það búið að vera ákveðin svona neyslu og græðgishyggja í heiminum sem er eitthvað sem við þurfum að skoða en síðan er búið að búa til úr því eitthvað konsept sem er þessi global warming og út frá því á að fara með okkur í enn eina hlýðni tilraunina og eitthvað ríkisvald ætlar að fara að segja okkur hvað við megum og hvað við megum ekki og út frá því hugsa maður, já, erum við þá í alvörun að fara að endi því að við verðum sett í eitthvað loftslags lockdown eða eitthvað álíka rugl, sko. Það er eitt parturinn af plani Sameinuðu þjóðanna fyrir, hvað kalla er það, 2030?
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.